Ómar, kjörsvæl. Formaður gott ráðsfólk, ég þakka Silju Báru fyrir mjög greina gott yfirlit yfir býsna flókið viðfangsefni þar sem marg sjónarmið á lofti. Ég vil sérstaklega þakka fyrir þetta litla hér. Það er sleppt æðri menntunar. Hver á að dæmi það hvað er æðri menntun og hvað er ekki æðri menntun. Ég tel mjög gott að þetta fari út. Minni á að háskóli í því nafni felst alhliðamenntun, university, universe, allt milli himins og jarðar. Ég get sem dæmi nefnt að á morgun verður heiðraður Hálfdán Björnsson bóndi á Kvískerjum í Öræfum, sjálfmenntaður bóndi með lítinn barnaskóla lærdóm. Hann hefur ritað lærðar greinar í erlend vísindablöð. Húsfluga sem hann fann upp í Esjufjöllum í Smalaferð er sérstaklega nefnd nafni hans í hans alþjóðlegu fræðum sem þessi ómenntaði svokallaði maður hefur skilað. Ég heimsótti hann þar sem að hann er með safn og það var fyrir 30 árum áttan 50 mismunandi tegur jötunhugsa í glerbúri. Þetta er æðri menntun ef við viljum skilja það svo, en hefur alltaf verið kölluð svokallað lægri menntun eða einhver fræði. Ég tel að fræðin íslensku sjálfmenntaðs fólks sé eitt af aðalsmerkjum menningar þessara þjóðar og fagna því að hér er sagt bara fræða, vísinda, fræða, lista og menntunar. Það má kannski deila það hvað sé lífsskoðunarfélag, en við erum með önnur lög, því verður skipað með sérstökum lögum að úrskurða hvort að skátarhreyfingi sé lífsskoðunarfélag eða ekki. Lögrétta gæti hér gegnt góðu hlutverki. Þetta er kannski ekki gott orð lífsskoðunarfélag, en ef menn finna ekki neitt annað, þá ætti að vera auðvelt að sneiða hjá því að það verði nokkra deilur um þetta. Að lokum, evangeliska lúterska kirkjan er þjóðkirkja á Íslandi. Engin velkist í vafa um það að þjóðmenning okkar er í grunninn kristin menning sem var tekin upp á Alþingi árið 1000 og hefur ríkt hér síðan. Og því munum við ekki víkja burtu. Hitt er á að líta að evangeliska lúterska kirkjan er býsna ónákvæm skilgreining. Þar að það er bara annar armur hennar, þjóðkirkja svokallaða, sem er talin vera með vernd í núverandi stjórnarskrá, en ekki fríkirkjusöfnuðir sem að líka eru evangelisk lútersk kirkja. Og ég minni á að kaþólska kirkjan kom hér fyrst og mótaði lífsskoðunar þjóðarinnar í 550 ár. Síðan hefur lúterska kirkjan mótað áfram, haldið því starfi áfram í 551 ár. Þannig að þetta evangeliska lúterska kirkjan er býsna loðið, en við erum hér að stíga risaskref fram á við í aukið vald þjóðarinnar sjálfrar, og ég tel því eðlilegt og gott að þjóðin fái sjálf að ákveða hvort þjóðkirkjan verði þjóðkirkja á Íslandi eins og verið hefur eða ekki. Og ef einhver á að ákveða hvort að þjóðkirkja sé þjóðkirkja, þá getur það aldrei orðið annað en þjóðin sjálf sem kirkjan er kennd við.